Stundum þarf að snúa teikningum eða myndum til þess að fá rétta afstöðu hluta. Þetta einföld aðgerð í Inkscape. Hér má sjá mynd, einfalda mynd og ég smelli á hana einu sinni, einhvers staðar á myndina og þá birtist punktalína utan myndina og 8 örvar. Með þessum örfum, ef ég grípi þessar örvar, þá get ég stækkað eða minnkað myndina. Og taktu eftir því að ég get togað hana og teygt og eyðilagt hlutföllin á henni. Til þess að halda hlutföllunum réttum með ég stækka og minnka mynd, þá held ég niður í kontrolltakanum á lyklaborðinu og toga í einhverja örina. Til þess að snúa mynd, þá smelli ég einu sinni aftur á myndina og breytast á örvarnar eins og sjá má. Og þá ef ég grípi örvarnar, þá ég að snúa myndinni. Ég snúið henni í allar áttir. Myndinni snúið þennan hérna ás sem að þessi plús Þannig ef ég tek þennan litla plús og færi hann niður, cirka hér, þá snýst myndin þennan ás. Þá hann fast í punkturinn. Það hvað gerist. Svo get ég bara Ctrl-Z til að bakka. Einnig hægt að fara í Object valseðilinn og þar eru nokkra skipanir til þess að vinna með snúning á myndum. Það til að mynda hægt að snúa mynd í 90 gráður réttsælis, bara með að smella hérna beint á. Ég fer svo aftur tilbaka með Ctrl-Z, en líka hægt að flippa henni alveg til að mynda flip vertical, þá snýja henni lárétta ásinn, alveg á hvolf. Það ágætt að hafa það í huga að þegar að mynd snúið á þennan hátt, eða gripir í handfang og myndin snúið, þá þarf maður að fara rosalega fínt í þetta. Það líka hægt að halda niður Ctrl þegar myndin snúið og þá snýst hún í svona skrefum. Þá það ekki alveg einn og einn punktur, heldur svona þægilegra að sumu leyti.